Við viljum að sjá brot hérna úr nýri mynd, heimildamynd íslenskri. Það sem gerist það að á fyrir hluta 2008 að þá veit ríkisstjórnin af því að allt komið í þrot. Þeir vita það að það eru bankarnir eiga mikla hættu á því að rúlla yfir og þeir að reyna einhverja leiða. Og það sem ríkisstjórnin gerir það að svipa eins og drykkjusjúklingurinn sem vill ekki hætta að drekka. Í staðinn fyrir það að hætta að drekka og taka þyngunni, þá fara hérna út af sem brennivín. Í þeirra tilvík fóru þeir á milli þjóða og reyndu að ná í peninga. Er von á yfirlýsingu eða aðgerðum ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum í dag á morgun? Nei, ég á ekkert sérstaklega von á því. Sumt af því sem gerist innan stjórnmálanna og innan stjórnsýslunnar á sér skýringu í því að menn eru að vona það besta. Jafnvel þótt þeir sjái svona skýin hrannast upp á himnunum, þá eru menn að vonast til að þetta gerist ekki. Eftir yfirtöku ríkisins á Glitni virtust ráðamenn enn halda í vonina að sú aðgerð myndi duga. Það er aldrei hægt að fullyrða það fyrirfram. Ég vil helst ekki svara því. Ég get ekki svarað því heldur. Nei, ég ætla ekki að segja frá því fyrirfram. Það er engin áform það. Ég get ekki svarað því, veit það ekki. Ég er alveg þögull að þið ekki að tala um mig. Nei, það er engin niðurstaða og engar ákvarðanir. Já, það hafa verið stíf fundarhöld hérna í allan dag og atburðarásin hefur verið rosalega hröð. Hingað hafa komið auk ríkisstjórnarinnar, bankastjórar og hagfræðingar og lögspekingar. Síðar kom bankastjóri Landsbankans og forstjóri og stjórnarformaður Glitnis. Vilja ákveða Landsbankans sér að þessum hætti? Og út fóru Glitnismenn. Við vorum bara að fara svona yfir máli. Það liggur ekki eftir. Össur Skarphéðinsson, iðnaðarráðherra, vildi lítið tjá sig í eftirmiðdaginn. Hún tekur undir með framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins að botninum sé náð. Ég vona það. Gunni, þeir að sýna myndina núna ykkar á miðvikudaginn, maybe a Sundhæf. Já, við ætlum að vera með svona sérstaka hátíðarsýningu eða svona frumsýningu í Háskólabíó 20. janúar. Já. Svo fer hún í svona kallaðar almennar sýningar í Sambíó Kringlunni 5. febrúar. Og verður öllum boðið sem að koma við sögumyndinni? Já, svona við reynum að nálgast þá sem eru þarna, en ég meina, já, bara eins og við getum. En við erum reyndar að gera þessa mynd svona meira með hjartanu og fyrir lítinn penning eins og maður segir. Fyrir klink og með hjartan eins og þetta er kallað og hérna svona kvikmyndamáli og hérna en við erum svona að reyna bara að hafa þetta skemmtilegt og aðgengilegt og þetta er svolítið öðruvísi aðferðafræði við að segja frá þessu heldur en hefur verið gert hingað til. En þetta er svona þín persónulega sýn á þetta? Já, ég meina ég bara... Og Herbert er reynda með þér í því? Já, Herbert Sveinbjörnsson hefur reyndar gert þessar sniðu myndir og klift þetta til og gert þetta mjög aðgengilegt og skemmtilegt og hérna en númer 1 og 3 þá er þetta svona bara já, þetta er saga mín í leita að svörum. Ég er að leita peningunum sem voru að tala um á hann. Ég er að leita af ICE peningunum og banka upp hjá ýmsum til þess að fá upplýsingar um það hvar þeir eru og ég er svona að leita bara fyrir mér að því svona hvað gerðist og af hverju sit ég í þessari súpu. Ég meina, ég var ekkert að gera mér. Ég bjó í 60 fermetra og bý ennþá í 60 fermetra íbúð og ég hef ekki verið að kaupa mér einbýlishús eða gera neitt. Ég er að fara á hausinn út af þessu. En þú ert með bíl, þú varst að segja mér frá bílnum þínum. Já, það er svolítið fyndið með bíl, sko. Þú kaupir bíl í júní 2007, hann kostaði 2.500.000 og ég fekk lánaðar 2 milljónir og ég er búinn að greiða 720.000 af þessum bíl á þessu tímabili og ég skilaði honum til kaupleigunar í október 2009, rúmlega 2 árum síðar og hérna, þegar ég var búinn að skila honum og þá senduðu mér uppgjör og þá kemur fram í uppgjöruna þegar ég er búinn að skila bílum, þá skulda ég þeim 4.995.000 og ég á enga bíl. Og svo hérna tóku þeir bílinn sem að ég keypti á 2,1 milljónir og þeir meta hann á 800.000 eða 850.000 og svo taka þeir hann niður í 307.000 á uppgjörsblaðinu af því að það er eitthvað venjulegt slit og svona, það er eitthvað að þarna og að hér og mér langar svo mikið til þess að vita sko, hverjir fá þessa bíla keypta því að þetta er í bókum þessara fyrirtækja metið á þessum, við tókum bílinn á 307.000 samkvæmt bók, get ég fengið hann keyptan út úr þrotabúinu sem ég er í get ég fengið bílinn á, vegna þess að ef ég get fengið hann á 307.000 þá græði ég alveg lágmark 500.000 bara á 2 dögum því að bílinn er alveg 800.000 króna virði bara svona. Þetta er merkilegt, en myndin er að fara í sýningar? Já, hún er sem sagt í Háskólabíó og hérna endilega kíkja á argoutfilm.com, þar sjáu þið svona hvað er að gerast og það er eitthvað hægt að kaupa ykkur nokkra miða á þessa sýningu. Ég er að vera að plugga eins líka. Já, ok. Takk fyrir að vera hérna með mér. Höldum áfram hér rétt og eftir.